Velkomin aftur. Við ætlum að halda okkur við tónlistina. Hún er komin til mér Margrét Hildur Egilsdóttir sem vann á dögunum söngkeppni Menntaskólans á Akureyri. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Og til hamingju með sigurinn. Takk hérlega fyrir það. Maður spyr maður alltaf í byrjun, áttirðu von á þessu? Ótrúlega lítið, ég hafði ekki hugmynd, ég hef sjaldan verið að pissa, en mjög sátt samt, sko. Ég er ekki... Þú varst nú ekkert alveg heilsuð þannig í keppninni? Nei, ég hef búin að vera mjög lasin. Ég vaknaði daginn á undan og gat varla talað og hljómaði ekkert eins og ég. En það er bara harkan og nefspray og sprayast hann í hálsinn og te og það reddaðist. Nú var ég sjálfur á þessari keppni og ótrúlega flott og stór keppni í Hofi fyrir þá sem að vita það ekki. Já. Er maður ekkert stressaður að koma fram í svona stóru umhverfi? Jú, en það er alltaf, ég segi alltaf mig, það er gott að hafa smá stress, þá veistu að gera eitthvað merkilegt. Og þá er það bara að sýna það sem minnst og njóta. Það tókst allavega í þínu tilviki? Já, þetta er pokerface, sko. Já. Hefurðu verið lengi að syngja? Sko, ég söng mjög mikið sem krakki, aðalega Grís tónlist, það var geggjað. En byrjaði í söngnámi þegar ég var sennilega í 8. bekk, tók grunnpróf í klassískum söng heima, í Mývatnssveit þar að segja, og er svo í tónlistarskólanum hérna núna. Já, þú ert úr Mývatnssveit? Já. Af hverju fluttirðu hingað? Sko, það eru flestir sem koma til Akureyrar að heiman, það er náttúrulega ekki menntaskóli heima. Og það er annarkvort að fara hingað eða Húsavík eða á Laugar og fór úr skólakynningar á öllum stöðum og leist langbest á hér. Og báðar eldri systur mínar komu hingað og hefði mjög góða reynslu af því. Þannig. Hvernig er svona, þegar maður tekur þátt í svona keppni, þetta er eitthvað stór keppni þarna, eins og ég sagði það, umhverfið mjög svona stórt allt saman. Já. Þegar maður ákveður að taka þátt, hversu mikið æfir maður sig fyrir þetta og undirbúningur og svona? Er þetta mikið mál fyrir því að taka þátt í þessu? Sko, þetta er náttúrulega mjög mismunandi örugglega, en ég æfði mig ekkert jafn mikið og ég hefði átt að gera kannski. Ég bjó heima, þannig að það er frekar erfitt að hafa eitthvað rosalega hátt að spila á gítar inni hjá mér, sko. En það er alltaf í boði að fara upp í skóla og æfa þar og ég gerði eins mikið af því og ég gat. Og svo er bara að finna karaoke-útgáfur á YouTube og eitthvað, þetta er ekkert enga professional æfingar, sko. Nei, einmitt. Og venjan er svo að sko, sá sem vinnur þessa keppni, hann fari í söngkeppni framhaldsskólana. Já. En hún er ekki í ár? Nei, hún er ekki í ár. Í fyrra var hún, en við tókum ekki þátt í henni menntaskólinn. Við kepptum á söngkeppni Norðurlands. Það sem var menntaskólinn á Tröllaska og framhaldsskólinn á Laugum og Húsavík, held ég. Og að sjálfsögðu verkmenntaskólinn líka. En ég held ég farið með rétt mál þegar ég segi að það verði ekki í ár heldur. Þannig að það er í rauninni ekkert eftir þetta, sko. Nei. Þetta var nú slatti samt. Þetta var slatti. Ég er topnum í því sem ég keppti, þannig að... Algjörlega. Þú ætlar að enda þáttinn hjá okkur að syngja fyrir okkur eitt lag. Já. Hvað ætlar að syngja? Herru, ég valdi annað Amy Winehouse lag. Ég sem sagt söng Amy Winehouse á keppninni sem er í miklu uppáhaldi. En ég er ekki alveg nógu fær til að spila það lag sjálf á gítar, sko. Þannig ég redda mér. Þetta lag heitir I Heard Love Is Blind og er, líka í miklu uppáhaldi. Frábært, hlakka til að heyra. Margrét, takk hérlega fyrir komin í þáttinn. Já, takk fyrir mig. Og meðan að Margrét kemur sér fyrir með gítarinn og telur í þá ætla ég nýtt að tækifærið og kveðja ykkur. Takk hérlega fyrir áhorfið í kvöld og hafið það sem allra best yfir helgina. Verið sæl. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking of you when I came. What do you expect? You left me here alone. I drank so much and needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand, but he looked like you.
I guess he looked like you. No, he wasn't you, but you can still trust me. This ain't infidelity, it's not cheating. You were all in my mind, but he looked like you. But